Góðan daginn, velkomin í samfylkinguna í beinni, hérna frá Ármúlanum í Reykjavík. Við höfum haft það fyrir venju núna vikulega að fá til okkur góða gesti og ræða svolítið svona málefni líðandi stundar og fá ráð það hvernig við getum bætt samfélagið og gert það betra, gert það þannig að það sé sannarlega fyrir alla eins og okkar markmið í samfylkingunni, sannarlega. Og við erum með góðan gest hér hjá okkur, formann Þroskahjálpar, Bryndísi Snæbjörnsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Og mér langaði að fá að ræða við þig svolítið fatlað fólk og sko stöðu þess kannski svolítið svona almennt bara í samfélaginu en kannski byrjum á þessu COVID-tímabili og hvernig COVID, fyrst ræðslan og svo lokunin og svo núna þegar við erum að opna aftur hvernig þetta kemur út fyrir þá sem eru með fatlanir. Svona hvernig metur stöðuna? Hefur þetta haft áhrif á eitthvað stöðu? Já, þetta hefur náttúrulega haft gríðarlega áhrif. Sko, mér líður svona pínulítið eins og við höfum verið með slökkutæki á lofti núna í marga vikur. En ég held samt sem áður hafa okkur tekist okkarlega vel upp við að gera það best úr stöðunni. Við brugðum strax við að Þroskahjálp þegar það var ljóst að yrði farið í þessar lokanir og það var lokað eins og þjónustustöðum eins og vinnustöðum, skammtímadvölum og annað að sendum við erindi til stjórnvalda að menn yrði að gæta til dæmis að því að fatlað fólk ekki einsleitur hópur þó að séu margir fatlaðir í viðkvæmri stöðu og hafi þurft að fara í verndasótkví þá er líka fullt af bara hraustu vel virku fötluðu fólki sem á að fá að taka þátt eins lengi og allir hinir og bentum líka á það að þjónusta á ekki að þurfa að vera bundin við ákveðið húsnæði og það var brugðist mér vel við því og mér að fara þannig í lagabreytingu dómsmálaráðherra breytti lögum þannig að atvinnurekendum var heimilt að senda starfsmenn á aðra staði heldur en var skilgreind starfsstöð og við vorum ána með það, sumir voru að gagnrýna að þetta væri hálfgerð herlög en þetta skiptir mjög miklu máli fyrir fatlað fólk vegna þess að það hefur verið svolítið tilhneiging að festa þjónustu við fatlað fólk við ákveðið húsnæði. Skólinn er þannig að stuðningurinn í skólanum er í skólanum, að þú ert veikur þá kemur stuðningurinn ekki heim. Vinnustaðir, til dæmis verndaðir vinnustaðir, þess áttar að það er ákveðin stuðningur á vinnustaðinum en hann kemur ekki heim. Síðan er þessu öllu lokað og við sagðum þið eru með allt þetta starfsfólk, sendið það heim til fólksins og margir brugðust mjög vel við því að þetta var það misjamt og þetta gekk svona upp og ofan en í heildina held ég þetta tekist vel til. Þannig að við rauninni náðum svona í flestum sveitarfélögum að svona bregðast við þannig að það verið að mæta hverjum á einum og finna út úr því hvernig... Já, og við kölluðum strax eftir því að hafið samband til hvern og einn, kannið aðstæður, ekki búa til bara einhverja eina línu yfir alla, vegna þess að aðstæður fólks eru svo mismunandi. Sumir koma úr fjölskyldum það sem þau vildu, kannski foreldrarnir vildu hafa börnin sín heim og ekki senda þeim neitt á meðan í öðrum fjölskyldum var ekki aðstæða til að sinna þeim heima og jafnvel einstæðir foreldrar í vinnu sem bara höfðu engin tök á að sinna þessu. Þannig að þegar var verið að útluta tíma eins og í skóla, þegar var að takmarka skólatíma, þá verið það kannað hvað hentaði hverjum einum og það var kannski niðurstaðan að ákveðin nefndu voru bara alveg heima og aðri nefndu fengi að koma á hverjum degi í staðin fyrir að allir hefðu verið settir í það að fá bara koma annað hver dag. Þannig að þetta er svo mikilvægt og við erum nú mjög upptekin af því hjá Þroskahjálp að jafnræðisreglunni að hún er ekki þannig að allir eigi yfir alla ganga skilyrðislaust heldur á að gjalda líkum líkt og ólíkum ólíkt. Það þarf að meta þetta og kannski líka svona ástæða til að hugsa það núna þegar við förum að vinna út úr þessu og vinna áfram. Hvað það er mikilvægt þegar talað er að við höfum ekki efni á velferðarkerfinu og það séu peningarnir minnki að þá gæti menn þess að fara ekki með niðurskurðarhnífinn þvert á allt heldur sé forgangsraðað. Akkurat. Já, þetta er nákvæmlega, það er þessi jöfnunar tæki sem við höfum. Það jöfnur þýðir að allir að fá jafnt eru þetta víðs fjarri í sannleikanum. Eins og margir viljast svona kannski mögulega vilja við miðskilja það. En
Já, þetta hefur sérst svona að mestu leyti gengið vel. Ég fann líka fyrir því í upphafi að það var mikil svona, þegar neyðar ástandinu lýst yfir á Íslandi að þá kom upp þó nokkuð af svona óöryggi í mörgum hópum, ekki hvað svo sem bara meðal fatlaðs fólks, en líka meðal fatlaðs fólks og ég þekki alveg fólk sem mitt greip til þess að loka sig af og af því að vissir hennilega ekki hvort það ætti að gera það eða ekki og svo voru aðri sem hefðu samband við mig sem fór með velferðarráðs í Reykjavík og sagði hvernig dettur ykkur í huga að tala um mig sem viðkvæman hóp, ég er með einhverfu, það ekki viðkvæmt eða við eitthvað svona. Eru þið vör við þetta? Það vantaði skýrari upplýsingar fyrir þessa mismunandi hópa fólks? Já, það var það ábyggilega og kannski skiljanlegt þarna í byrjun. Við voru náttúrulega í aðstæðu sem enginn hafði staðið frammi fyrir áður og menn voru auðvitað að reyna bara að tryggja öryggi allra í byrjun. Síðan þegar við til dæmis bentum á fleiri að það væri fatlað fólk í grunninn getur verið alls konar, bæði viðkvæmt og hraust og bara alls konar. Þannig að það gildir ekki sömu reglur alla, þannig að það þarf bara að mæta hverjum á einum. Þannig að ég held að þeirra svona leiða og hafi menn kannski átta sig betur á þessu. Og það sem var náttúrulega þarna í byrjun var að hópurinn sem að við svona fókuserum mest á, sem eru fötluð börn og síðan fullorðið fatlað fólk sem að þarf svona stuðning við að vera sin eigin málsvari. Þá ég að tala um fólk með þroskahömlun og einhverfu. Að þau voru ekki að fá skilaboðin, þau voru ekki að skilja hvað var í gangi og það var ekki passa kannski nógu vel upp á að þau fengju svona auðskildar upplýsingar, hugsanlega vegna þess að það bara ætlast þess að einhver annar sæi að útskýra fyrir þeim og auðvitað var það oft gert en við getum ekki gengið út frá því að það sé alltaf þannig. Þannig að við fórum í það og fórum í samstarf við landlækni og almannavarnir að útbúa auðskildar upplýsingar og það hefur orðið gríðarleg breyting á því og það farið að vera aðgengilegt efni líka hjá RÚV á auðskildu máli sem að vonandi bara komið til að vera vegna þess að mikilvægast af öllu að allir séu vel upplýstir og viti hvað í gangi og líka þetta að allir séu taldir með. Já. Og þá getum við komið inn og svo við förum víðan völl, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem að meðal annars ríkisstjórn Íslands talar fyrir að við að tileinka okkur að það mjög skýrt talað um sjálfbærni samfélagsins og sjálfbærni samfélagsins liggur í því að við skiljum engan eftir. Þannig að til þess að það sé tryggt þá þarf samfélagið að vera sjálfbært félagslega. Þannig að við pössum hvert upp á annað og kerfin okkar séu þannig að enginn sé skilin eftir. Þetta nú bara eins og eitthvað markmið frá samfélkingunni, sko. Já, það gott. Eins og heimsmarkmiðin finnst okkur oft, en það nú önnsa. En sko það sem að ég hef haft pínu ágjörð af, sem ég kannski þekki ekki nógu vel, þar sem að ég starfa nú meira á sveitarstjórnarstiginu, það eru framhaldsskólanir og starfsbrautirnar. Já. Það svo að þær eru ekki að fara í gang aftur? Við höfum búin að vera að afla upplýsingar þetta og okkur brátálti þegar það var tilkynnt að það færi enginn aftur inn í framhaldsskólan nema þeir sem voru í verknámi og mér finnst það mjög skrítið. Já, finnst það líka. Og það dálítið missamt eftir skólum. Sumir hafa verið að bjóða upp á eitthvað, aðri bjóða ekki upp á neitt, sumir eru með einhvers konar fjarkennslu, þannig að þetta bara mjög missamt eftir skólum. Og við bentum á það strax í upphafi þegar framhaldsskólinni lokuðu, að það væri ástæðulaust að loka starfsbrautunum og það væri bara tækifæri fólkin í því að nýta fyrirliggjandi húsnæði til þess að geta sinnt þessum hóp. Það var hægt að dreifa vel úr honum, tryggja 2 metra regluna og bjóða þeim bara þjónustinn í skólanum. En það var einhvern veginn, það var bara búið að ákveða að framhaldsskólinni væri lokaðir, þannig að það var ekki í boði. Og ég auðvitað mjög ósátt við að það hefði ekki verið ákveðið að bjóða þeim að koma inn í skólana núna þegar þessu banni var aflétt gagnvart framhaldsskólanum. En það virðist vera þannig að þetta var bara gert eftir því hvað skólarnir vildu sjálfir. Við höfum sendt erindi á menntamálaráðuneytið í tvígang varðandi þessi mál og það hefði ekki komin einn formleg svör frá þeim. Og þetta bara hópur, þetta oft þannig að þau búa þau í foreldrahúsum, hlutahópnum orðin fullorðin, orðin 18 ára. Þannig að foreldrar eru þar ekki að fá umönnagreiðslur eða foreldragreiðslur eða neitt til að sinna börnunum sínum og þurfa að taka sér frí og vinnu og eru búið með allan sinn orlofstíma
Einstæðu foreldrar jafnvel að horfa fram á það að geta mist vinnuna þegar þau geta sinnt starfinu sínu. Þannig að það er rosalega mikilvægt að mæta þessum hópi og núna þegar sumarið að fara í hönd að þessi tryggt að þau fái þjónustu, allavega annað dagþjónustu, þannig að aðstandendur þurfa ekki verið þeirri stöðu að þurfa að sinna þeim. Og þetta snýr auðvitað fyrst og fremst þeirra rétt til þátttöku í samfélaginu og líka til að það er bara hópur af fólki sem búa verið undir alveg ofbóðslegu álagi allan enn tíma. Og það heyrist ekki hátt í honum, meðal annars vegna þess að þegar þú ert komin í svona mikið álag, þá sækir þér ekki hjálp. Þú áttar þig ekki á því að hvernig eða að það sé hægt að íta einhvern neyðarhnapp og biðja hjálp. Nei, akkurat. Þannig að þarna orkuna í verkefninu í rauninni. Hópur foreldra og fatlara barna og ungmenna sem að þarf að líta sérstaklega til fyrir sumarið. Akkurat, ég er sammála því og þetta kom mér svo óvart þegar ég sá þetta. Ég hugsaði fyrst, þetta getur nú ekki verið, sko. En það er sérst mismunandi eftir framhaldsskólum hvort að það er opna starfsbreytingar eða ekki. Þannig að þeir sem eru á þessum námslínum, þetta eru þetta nám sem þau eiga rétt á. Og hérna það er í lögum, þau eiga rétt á námi við sitt hæfi. Sumir hafa verið að bjóða upp á fyrir þau fjarkennslu og annað sem að getur henta fyrir hlutahópnum, en svo hlutahópnum í þeirri stöðu að það eru bara nemendur sem eru með þannig fötlun að þau þurfa aðstofa allar athafnir daglegs lífs og eru með óhefðbundna tjáningu og þessi leið bara nýtist þeim alls ekki og þau hafa verið bara ekki fengið neina menntun allan þennan tíma þrátt fyrir þau eigi sama rétt og aðrir á því að fá hana. Já, akkurat. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt að þessi litið til þessa hóp. Svo kem ég aftur inn á þetta að við verðum að passa það að forgangsraða, við megum ekki bara horfa á einhvern fjölda og reyna að mæta öllum fjöldanum, heldur þurfum við að horfa sérstaklega til jaðarsettustu hópana og passa upp á þá og mæta þeim og passa þess ekki skilin eftir. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Og þá er einmitt oft svolítið erfitt þegar maður er að tala um stóra hóp sem er fólk með fatlanir því að hann er auðvitað stór og mjög fjölbreyttur bara eins og við sem ekki teljum okkur með fatlanir allavega erum og og maður er svona veit oft ekki alveg hvort maður á að tala mest jaðarsettasta hópinn eða hvort maður á alltaf að tala sko, eru þið aldrei að vandræðast með þetta? Hvernig Í sjálfu sér ekki, en auðvitað er það þannig að við horfum á samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá er skilgreining á fötlun svo víð að fötlunarhugtakið það er mjög rúmt og það má áætla samkvæmt svona alþjóðlegum stöðlum að það séu 15-20% af þjóð sem geti talist á einhvern nátt fatlað. En við erum að horfa hjá Þroskahjálp sérstaklega á þennan hóp sem að, eins og ég sagði, fötluð börn og svo fólk með þroskahömlun og einhverfu eða fólk sem þarf sérstaklega mikinn stuðning og þar er tölfræðin að segja okkur að sé svona cirka plus mínus 2% af þjóð, svona meðaltali. Við erum ekki með fjöldan. Það er hópurinn sem að þarf aukinn stuðning umfram það sem er veitt af hálfu sveitafélagana gegnum félagsþjónustulög. Og þetta er svona viðkvæmur hópur sem að ég held að sé auðvelt að halda utanum að því að hann er allur til skilgreindur og á að hafa sérstakann tengilið inn í félagsþjónustuna og á að vera hægt að fylgja sérstaklega með honum og passa upp á hann. En síðan erum við að tala um til dæmis alla öryrkja á Íslandi sem að ég veit að margt fatlað fólk vill bara að fá að vera fatlað fólk og lítur ekki á sig sem öryrkja. Nei. Þannig að þetta er oft, við erum oft í einhverju svona hugtaka vandræðum að þá erum við þetta að horfa miklu víðara. Það er þessi umræða aukna fátækt og ásókn í stuðning bara til að geta afla matar og annað slíkt sem er bara grafalvarlegt mál. Við erum að skoða vel og auðvitað er þetta afleiðing þess að örorkubætur hafa ekki fylgt verðlagsþróun og þau eru bara að dragast endalaust aftur úr og þá auðvitað við okkar hóp líka þannig að þetta er bara það á það sama við mjög mörg atrið allan hópinu síðan þegar við horfum á þennan hóp sem þarf þjónust og aukinn stuðning þá eru kannski svona sértaka leiðir sem mann þurfa að horfa á þar
og fylgja vel eftir. Allir öryrkjar ekki fatlaðir og vilja ekki láta kalla sig fatlað fólk og allt fatlað fólk vil ekki endilega láta kalla sig öryrkja þar sem að þeirra föllin hvorki að koma hann í fara kannski. Þetta bara lífið og þannig þetta bara. Og mér finnst líka mikilvægt núna þegar að því kemur aðeins inn á þetta að þessa miklu fátækt sem við fylgja öryrkjum á Íslandi að núna þegar við erum að horfa upp á dæmalausar atvinnuleysistölur að þá þurfum við að horfa á það að fatlað fólk vill vinna. Ég þekki engan sem vill ekki vinna, vill ekki fá að leggja eitthvað að mörkum. Vinnumarkaðurinn óaðgengilegu fyrir þau. Svo erum við með úrræði sem heitir atvinna með stuðningi, þar sem að fjölmargir fá og eru í vinnu og fá að vera virkir. Mjög mikilvægt. Og það mikilvægt að verja þessi störf og því miður höfum fengið fréttir af því að það sé byrja að segja þeim upp. Og af hverju það veit ég ekki, kannski það því að það verið að ýta þeim til hliðar til að geta búið til störf fyrir aðra sem eru atvinnulausir, ég bara veit það ekki. Og mér finnst mjög mikilvægt að við verjum þessi störf, nýtum frekar mannaflan sem þá á atvinnuleysisskrá til að efla þau í vinnu. Fara inn og styðja þau í vinnunni sinni. Þannig að við getum þá bara fengið 2 fyrir 1 út af því. Akkurat. Þannig að menn séu duglegir við að hugsa eftir nýjum leiðum og finna lausnir af því ég held að fólki sem á atvinnuleysisbótunum, það vill líka vera virt. Það langar engan að vera heima þykja bætur. Það er engin, auðvitað einhverju kannski í þessari stöðu en alla jafna við viljum öll vera þáttakandur. Akkurat. Já, ég sammála því og þetta hefur verið eitt af því sem að jafnaðarmannahreyfingur alla Evrópu og eflaust allan heim hafa unnið það. Það einhvern veginn tækifæri til vinnu fyrir alla og ég held að þetta svona grundvallar hlutir sem að það eru afskaplega fáir, held ég. Það örugglega til einhver sem ekki vill vinna. En þú veist, þeir eru örugglega afskaplega fáir og við ættum ekki að snýða hvorki samtalið okkar í samfélaginu né kerfin okkar út frá þeim undantekningum. En nú eru hundruðir mann sem að bíða eftir atvinnumiðstöðningi nú þegar, þannig ef við fækkum þeim tækifærum þá það auðvitað svakalega afturför. Já, ég held að við eigum að þarna séu mestu hætturnar vegna þess að við erum líka ekki bara að horfa fram á að 4. iðnbyltingin sé að koma, hún komin sem mun fækka þessum störfum sem að einföldu störfum jafnvel og annað slíkt, þannig að við þurfum bara að búa til störf fyrir þau, hafa þau með á vinnustöðum. Akkurat. Finna nýja leiðir. Ég hef til dæmis heyrt fólk á vinnustöðum segja, já við vorum með einn í atvinnumiðstöðningi og það gekk svo illa. Ráðið það bara 2. Já. Þá kannski gengur það betur. Já, þannig að það hafi félagskap kannski og svoleiðis. Já, og eitthvað svona, finnum þetta í einhverjum lausnum. Já, og þetta í rauninni ákvörðun samfélagsins. Þetta ákvörðun samfélagsins og þetta hluta þessu sem ég nefndi áðan að sjálfbærni samfélagsins felst í því að hafa alla með. Og við sem manneskjur, hvort sem við erum fötluð og ófötluð og fólk með þroskahömlun til dæmis og aðrir, við erum öll þannig að við viljum vera þáttakendur. Við viljum vakna mótnana til að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og til að vera einhvers virði. Og það okkar mannfólksins að búa til virði hvert fyrir annar. Akkurat. Veita hvort það eru tækifæri til þess að láta til sín taka. Þess vegna erum við samfélag. Akkurat. En það líka annað sem maður heyrir stundum að það ekki hlusta á fólk. Það eins og fólk sem með fatlanir að það að láta til sín taka oft í samfélaginu, reynir að tjá sig það sem að þeim finnst þurfi að laga en það eins og við hlustum ekki. Það að lagast? Nú hafa til dæmis þættirnir með okkar augum alveg held ég haft áhrif, vona ég. Já. Hver ykkar upplifun? Erum við meira að hlusta? Ég tek eftir í heimasíðun ykkur og þau eru mikið að hvetja fólk til að taka þátt í öllum könnunum og láta raddir fatlaðs fólks heyrast. Erum við að hlusta? Ekki nóg mikið, en kannski meira en áður, ég veit það ekki og við höfum svo sem, ég til dæmis sitt hér óföllum manneski að tala fyrir þennan hóp og við höfum svona verið að vinna í því að virkja fatlað fólk sjálf til að vera eigintalsmenn og fá þá stuðning, hvort sem frá okkur eða þá að þau eru að taka þátt í störfi og við höfum sveitafélagsamtakaðan að þau fái rétta stuðningin til þess að geta tekið þátt og geta sagt skoðanir sína vegna þess að auðvitað þau best til þess fallin að
tjá sig sín mál og við höfum til dæmis að Þroskahjálp erum með komið alveg svaklega flott ungmennaráð og þau eru mjög dugleg og við bindum mikla vonir við að það sé framtíðin og þar erum við með flotta talsmenn sem að við höfum reynt að koma málefni sem tengjast þeim að þau fari viðtal og við bara leggjum töluvert á okkur þá við að hjálpa þeim og undirbúum fyrirfram og annars slíkt og síðan erum við nýlega líka komin með svona hóp sem við kallum grasrótarhóp. Það sem að fólk með þroskahömlun og þetta í samstarfi við átak félag fólks með þroskahömlun sem náttúrulega félagi sem að forsvarsmaður í raun og veru að tala fyrir fólki með þroskahömlun. Þannig að það svona grasrótarhópur sem við ætlum að vinna með áfram til þess að þau geti líka fengið þjálfun í að vera talsmenn. Ja. Hann svo við höfum ekkert hist eftir að COVID kom, þannig að hann svona aðeins í dvala á meðan þetta gengur yfir en komi vonandi bara öflugt tilbaka. En mér finnst mjög mikilvægt þó að ég sé í þessari stöðu að vera talsmaður fyrir Þroskahjálp að ég valinn til þess að þá leggjum eftir því að það séu þau sjálf sem komum fram og tali eftir föngum. Og að líka styrkja þau að þeirra sjálfsmynd til að geta gert það. Akkurat. Að þau séu örugg með sér að því stundum þá finnst þeim það erfitt að þau hrættum að segja eitthvað vitlaust ef ekki nógu örugg og þá það svolítið við að reyna að styrkja þau í þessu. En ég veist líka við sem erum valin til verka eins og bara við sem erum kjörnir fulltrúar eða störfum í reyna að hafa áhrif á samfélagi það svolítið okkar skylda að hlusta. Algjörlega. Og læra af þeim sem hafa reynsluna því það auðvitað ógerlegt fyrir okkur að breyta kerfinu þannig að þessi betra og sanngjarnara ef við hlustum ekki á þá sem við erum að breyta því fyrir. Sko. Algjörlega og í þessum lögum sem tóku gildi fyrir 2 árum þjónustu við fatlað fólk með mikla stuðningsstarfi þar eru lögfest að sveitarfélög eigi að vera með notendur á fatlaðs fólk sem að fatlað fólk sjálft situr í við fáum að tilnefna í þessi ráð og höfum sem sagt reynt að hafa það þannig að það sé alltaf einn sem er með þroskahömlun og eða einhverfu og einn fulltrúi foreldra fatlaðra barna sem kemur frá okkur og þá er mjög mikilvægt að viðkomandi sveitarfélag tryggi rétta stuðningin fyrir þennan sem er með þroskahömlun eða einhverfu þannig að hann fái undirbúning fyrir fundina fundirnir séu sniðni þannig að þau séu með þau skilji hvað að vera að fjalla og þau hafa tækifæri til að koma skoðunum sínum að framfæri. Það var allt og oft verið þannig að þeim hefur verið boðið að vera með, þau sitja fundi og svo eru þau spurða einhver það er bara já eða nei og það er enginn sem gengur úr skugga hvort viðkomandi hafi skilið það sem var verið að tala og annars slíkt. Þannig að þetta er mikil ábyrgð sem við höfum en þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að þeirra rödd er mikilvægasta röddin. Þannig að þarna þyrfti kannski að setja inn svolítið meiri stuðning með það. Ég held að það sé góð ábending. Ég er ekki viss að öll sveitarfélög hafi átt að sjá því, en ég held að flestir séu farnir átt að sjá að þessi ráð eru mikilvæg. Já, og við höfum alltaf geta einfaldað í rauninni samráð af því þið skiptið ykkur nú í mörg mismunandi félög eftir mismunandi og eðlilega að manni finnst maður eiga mest sameiginlegt með þeim sem eru líkasti manni. Bara alveg eins og við ófatlað fólki hittum aðrar mæður með lítil börn þegar við erum með lítil börn og fótboltaforeldra þegar maður er með fótboltabörn og allt þetta sko. Þannig að ég held að þetta geti orðið aldrei góður vettvangur fyrir þetta samtal. Og við höfum reynt að benda á það alltaf þegar við sendum inn tilnefningu þá segjum við þessi einstaklingu þarf stuðning og óskum eftir því að hann sé tryggður sem segjum við viðkomandi ef að þið fáið ekki rétta stuðningin þá komið til okkar. Því að þó að það sé ekki okkar skylda eða við erum ekki með neina fjármuni frá hvorki ríki eða sveitarfélögum til að sinna því þá bara gerum við það. Það er eitt sem ég hef svolítið velt fyrir mér varðandi fátæktina og þá stöðu sem við setjum fatlað fólki að samkvæmt mannréttindasáttmálum og okkar svona stefnum að það og fólk að vera sjálfstætt og geta valið sér búsetu og alltaf dásanlegt að maður hittir fólk sem hefur keypt sér eigin íbúð og bara ég ræð hvaða myndir upp á vegg, eitthvað sem okkur hinum finnst svo sjálfsagt en þau fá mjög lága framfærslu, þau eru undir lágmarkslaunum, einhver 40% undir lágmarkslaunum, hvernig nú segjum við í orði að þau geta valið sér búsetu, keypt sér íbúðir ákveð hvar þau vilja búa íbúðakjarnar á vegum sveitarfélagana séu svona hittvalið en þetta í rauninu geta þau keypt sér íbúð? Nei. Stuttasvari er nei.
og við höfum fengið nokkuð svona mál með þess að einstaklingar sem eiga töluverða peninga, hefur kannski tæmst arfur eða mann eftir einu sem að bara hefur verið duglegur að leggja til hliðar, þú veist, hann eyðir ekki miklu af þessu litla sem hann fær og þú færð ekki greiðslumat með svona lága tekjur. Nei, já, það er bara þannig, þó eigir, sko, já. Og við höfum bara í nokkur ár verið mikið að skoða þetta og ég ræddi þetta svolítið fyrirverandi félagsmálaráðherra, þannig að Eygló Harðar, af því að þá voru uppi þessar breytingar á íbúðalánasjóði og við bentum á leiðina sem að Norðmenn fara sem að við erum mjög hrifin af, að það er Húsbankinn með sérstaka lánalínu fyrir tekjulága, sem er þannig að það eru bara lægstu mögulegi vextir á þeim lánum og þau eru skilir þannig að ef að síðan hagurinn vænkast, sem að gerist nú sjaldnast á okkar hópi en einhverjir eru þannig þá bara hlutfallslega hækka vextirnir á móti en hérna þá hefur okkur ekki lánast að gera neitt í þessu en þá vonandi verður það og meira segir það þannig að sko Íbúðalánasjóður hefur verið með svona sérstök lán til að breyta húsnæði fyrir þá sem þurfa að byggja sérstaklega vegna oft hreyfihömlun og annað slíkt og þau lán voru lengi bara hærri vöxtum heldur en almenn húsnæðislán. Já, ok. Og hérna þannig að það er ekki kostur og þetta snýr sko að fötluðu fólk, þetta snýr líka mikið að foreldrum fattara barna sem búa í ógengilegu húsnæði og annarkvort þurfa að flytja eða breyta og þá er einhvern veginn ekkert sem tekur við til að styðja við þetta fólk. Og þarna, þá í fyrsta lagi, þá eiga börn rétt að alast upp hjá fjölskyldum sínum, þannig að það ætti að vera, þannig að samfélagi liti svo á og það ætti að styðja við þetta, að fólk geti gert þetta og síðan, sem sagt, held ég að mann horf ekki bara mannréttindin heldur á fjármunni, þá sé það hagstæðara fyrir viðkomandi sveitafélag að barni búi áfram hjá foreldri sínum af því að við höfum heilt dæmi það að meðan þau eru börn verið jafnvel sett inn í búsetukjarna til þess að mæta þessu að því fjölskyldan gat ekki haft barni heima og þetta er náttúrulega bara gengur jafnvel út af einhverjum svona fysiskum hindrunum en ekki því að þessi vilji að geta til þess að annast þau. Já, og ég veit náttúrulega auðvitað fjölmargi foreldrar sem eru þannig stöðu að þeir hafa efnaðslega möguleika á að gera þetta en það er ekki nærri allir og við eigum að miða öll lög og alla reglu við það að vernda alla. Þannig að það sé ekki þannig að þú sért að spilja einhverja happdrætti að vera svo heppin að fæðast inn í fjölskyldu þar sem að efnaðsleg og félagsleg geta þannig að þú kemst áfram í lífin og hinir sitja eftir. Akkurat. Það mér nú ekki bara sko fjármagni hindrun þarna, það er nú bara hvernig þú átt að bera þig af til dæmis til að sko gera húsnæði aðgengilegt og annað. Að þetta er alveg frumskóur að finna út úr sko. Þetta er sko meira rétt að segja það og við eigum mjög langt í land þarna. Og við sjáum það líka, sko, það eru mjög margir sem að búa lengi í foreldrahúsum og geta þá kannski safna smá pening, en geta samt ekki keypt. Það er að tekjurnar eru svo lágar, þurfa síðan jafnvel stærra húsnæði heldur en gengur og gerist. Þú setur ekki mannesku sem að er í hjólastól með mikið hjálpatækjum í 40 fermetra íbúð. Nei. Þó að einhver sem er ófatlaður, ungur, útivistarmaður sem vill aldrei vera heima bara fílið það alveg í botna verið 40 fermetra húsnæði þá bara hentar það ekki fyrir alla og núna þeir sem eru til dæmis með MPA eða notendastýrða persónulega aðstoð það er ekki krafum að sé aðstæða fyrir starfsfólk. Já, þannig það er í rauninni auka herbyggi. Já, þannig að þeir sem eru til dæmis með MPA þeir þurfa stærra húsnæði og þá þurfa einhvern stuðning til að geta uppfyllt það. Þannig að við erum í rauninni að setja þau sko, við erum í rauninni í aðra röndina að gefa þeim að gefa okkur sem samfélagi það að fólk hafi ákveðin réttindi en í hina röndina erum við að ákveða að við getum ekki nýttu. Já. Þannig að það er svolítið svona vantar svolítið að klára þetta. Og við erum að sumuleyti lagarammin vil ég meina er að sumuleyti hann við batna heilmikið og við erum búin að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna rétti fatlaðs fólk sem við eigum samt langt í land. Það eftir að breyta lögum og slíkt. Og maður sér það að það er þeir sem að hafa þessa forgjöf að eiga aðstandendur sem geta stuttu fjárhagslega eða líka félagslegu stuðningur sem að hafa bjargirna til að sækja það sem þarf að sækja og annað slíkt.
þeir standa betra vígi heldur en þeir sem hafa, ef við getum kallað svona lakara bakland. Og ég vil meina til dæmis að baklandið, foreldrar eru oft örmagna eftir að hafa alið upp börn með mjög flóknar þarfir vegna skorts af stuðningi. Þannig að þó í grunninn séu það fjölskyldur sem að hefðu alla burði til að geta verið gott bakland, þá það bara þannig að ef þú ert bara búin á því, þá hefur ekkert að gefa af þér. Þannig að það þarf einhvern veginn að horfa á þetta heildrænt út frá fatlaða einstaklingnum, bæði barn og fullorðni og síðan alla fjölskylduna. Vegna þess að það hlýtur að vera hagur samfélagsins að halda utan með þetta fólk og halda því virku og hafa alla með. Og halda þá kannski foreldranum líka við heilsu og allt það. Algjörlega, og það er bara allt of algengt að foreldrar bara missi heilsuna í tengslum við það að sinna fötluðum börnum sínum. Já, akkurat, það er eitthvað sem að, er staðreynd. Ég held að margir viti, en einhvern veginn svona kannski lítið framhjá eða eitthvað slíkt, því að við einhvern veginn, ég óttast að pínlítið núna, svo ég segi það nú bara, að nú höfum við sem erum í stjórnmálunum fengið þær fréttir frá ríkisstjórninni að það sé væntanlegur mikill niðurskurður hjá jöfnunarsjóði, eðlilega og svo sem tekur ríkisins að dragast saman, tekur sveitarfélagana að dragast saman og þetta er sá sjóður sem að fjármagnar þjónustu við fatlað fólk. Ég er alveg svolítið óttaslegin, ekki óttaslegin, en ég er svona óttast áhrif þessar ástands núna þegar ég förum inn í þessar tekjuþrengingar. Nú höfum við ekki geta fjölgað NPA-samningum á þessu ári, þar sem við höfum ekki haft fjármagn til þess frá ríkinu. Það hefur ekki bæst við, mér skilst reyndar að það sé eitthvað að breytast þessa dagana, en það hefur ekki verið bætt við, þannig að það sé þetta innlega þetta breytta þjónustuform eins og lagt upp með og núna er maður næstu því farin að hugsa svona verður hægt að bara veita sömu þjónustu áfram. Hvernig getum við unni að því að koma í veg fyrir að þjónusta við fatlað fólk skerðist á þessum tíma? Ég held að við verðum einmitt núna bara brettu upp ermarnar og við erum að standa vaktina og passa að það gerist ekki. Og eins og við komum inn á áðan, það er bara aldrei verið meira atvinnuleysi á Íslandi sem þýðir að það er fullt af vinnandi höndum eða semst vinnufúsum höndum sem er atvinnulaust. Og við eigum auðvitað að nýta tækifærið að þá koma þessu fólki í vinnu. Og við höfum sendt áskorun til stjórnvalda bæði varðandi það að fjölga NPA-samningum vegna þess að þá bara opnast tækifæri. Og eins höfum við bent á það að í tengslu við COVID þá kom náttúrulega afskaplega vel í ljós hvað þessi gamaldags sambýli eru ömurleg, svo ég segi það bara. Þar sem fólk býr, fatlað fólk með mikla stuðningsþarfir oft í íbúðarhúsum, þar sem þau deila baðherbyggi og eldhúsi, alls óskilt fólk sem á ekkert annað sameiginlegt en að vera fatlað og gert að búa við þessar aðstæður með takmarka einkarými þegar komið upp smit á svona stöðum. Þetta var bara meiriháttar grettistak sem þurfti að lyfta til að leysa úr þessu. Þannig að ég held að mér finnst að sveitarfélagin eigi núna að standa með okkur í því að það veri tryggt einhvern veginn fjármagn til þess að fara því að byggja upp íbúðakjarna eða íbúði fyrir þessa einstaklinga sem búa við þessar aðstæður í dag. Ef það er gert, þá fyrir vinnuafli að byggja það og annars slíkt. Þannig að ég held að það er svo margt sem hægt að gera nýta tíman, nýta vinnuafli til þess að bæta kjör fatlaðs fólks og passa svolítið vel upp á að taka ekki af þeim. Akkurat. Og auðvitað, við hvöttum til þess strax að það yrði bætt við starfsfólki þegar COVID komið upp og sumir gerðu það, aðrir ekki. Við höfum fengið góðar sögur hvernig var leyst úr málum. Við líka fengið sögur að þú veist, ein vinkona mín góð sem að þarf mikla aðstoð við alla hluti, hún fékk bara aðstoð til að klæða sig í fötin á morgnana og úr þeim á kvöldin og vinnustæðurinn hennar var lokaður. Hún gat ekki farið út í göngutúr eða tekið þátt í neinu því að það var ekki bætt við starfsmönnum inn á heimilið og engin virkni í staðin fyrir að reyna að finna og búa til einhvers konar bæta við starfsfólki og þarna hlýtur að þurfa að gera bara einhverja samninga við Vinnumálastofnun, til dæmis sveitarfélögin getur gert einhverja samninga það hvernig væri hægt að koma þessu á og bjóða það fólki sem er á atvinnuleysisskrá inn í svona störf. Þannig að ég held að séu tækifæri þarna og við þurfum að standa vörð og við þurfum að vera duglega benda hverju aðra á
tækifærin og lausnirnar og hugsum bara, sýnum svolítið nýsköpun og finnum nýjar leiðir og nýtum tækifæri til að kannski gerum við hlutina bara betur núna. Við förum meira að horfa á þjónustuna út frá einstaklingnum sjálfum en ekki út frá rekstri á einhverjum stofnunum og slíkt. Það vill svona oft verða svolítið þannig að við horfum á málaflokk fatlaðs fólks sem kostnaðarlið og maður heyrir það alveg strax bara hjá ráðamönnum Íslands samfélags að það tala um svona óbeint, sko. Það svo sem ekki kannski endilega alveg beint. Þannig að við þurfum kannski að passa að halda á lofti mannréttindavilknum. Þetta auðvitað bara fyrst og fremst, mannréttinda þjónusta. Við erum að velferðarþjónusta sveitarfélagana til dæmis. Megni á sig bara þjónusta sem veitt fólki til þess að það geti bara átt sitt líf. Já, og við verðum að halda þessum mannréttindavilki á lofti og vera minnu þess að í fyrsta lagi þá held ég að fatlað fólk hafi, flestar fjölskyldur í landinu hafi einhvers konar tengsl við fatlað fólk. Það lögmál að það fæðast alltaf fötluð og langveik börn. Það alltaf fólk sem að lenda í slysum eða veikindum sem að valda fötlun, þannig að þetta snertir okkur öll einhvern hátt. Og ef við erum virkilega mannréttindasinnu þá hefur þetta að standa með þessu málaflokki. Hann skiptir okkur öll máli. Þetta bara, þetta mannréttindamál og þetta samfélagsins alls að leysa þetta. Við eigum að horfa á þetta þannig að til dæmis sveitarfélögin eiga að líta svo á þegar þeir eru að búa til fjölskyldustefnu, íbúastefnu, eða hvað sem það heitir. Þá það þannig og ég meira að heyrta frá ungu fólki að velja sér búsetustað horfa meðal annars til þessara þjónustu þó svo að sé engin fatlar í fjölskyldunni. Vegna þess að ef að þessi þjónusta góð í sveitafélagi þá allar líkur á að þarna sé gott sveitafélag og gott að búa. Og það nú vísindalega sannað þar sem allir hafa tækifæri og upplifa sig sem þáttekundur í samfélaginu, þar betra að búa fyrir alla. Þannig að sveitafélög sem að reyna hugsanlega að keppa að fá fólk til sín og annað slíkt, að þeir ættu að hafa þetta í huga að þessi þjónusta það sem að menn horfa til. Og við vorum með þetta vona það þegar þjónustan flutti til sveitafélagana, þau færu að keppa það. Hver uppfyllti mannréttindin og veitti bestu þjónustin, en því miður urðu nokkur bráða því að þau fóru að keppast hver geti gert þetta ódýrast. Og þá ég ekkert að mæla með því að menn sé eitthvað bröðla en þetta, það ekki að vera mælikvarðin. Nei. Einmitt. Ég held að sé nú alveg nokkuð svona sveitarfélögin séu nokkuð búin að sammælast það að vilja gera þetta vel. Ég upplifi það allavega í því samtali sem að ég í svona sem formaður velferðarráðs og við viljum leggja okkur fram og við viljum gera betur. En auðvitað var hægt að gera svo miklu betur og það auðvitað líka hluta því sem fyrir okkur sem erum kjörnir fulltrúar að við erum alltaf að reyna að leggja áherslu á það sem skiptir mestu máli. Og svona rétt áður við hættum Bryndís, þið hafi verið að leggja áherslu á alls konar mál sem að mér eru líka mjög hugleikin. Það til dæmis vitum við tengsl þroskaskerðingar og fíkniefna. Þið heldum flottar ráðstefnu það og við höfum verið að reyna að bæta þjónustu við þann hóp hér. Þetta eru jafnvel fólk sem að lendir í heimilisleysi ýmsum hræðilegum aðstæðum. Og síðan höfum við náttúrulega líka verið að vinna með ykkur meðal annars í Reykjavík með varðandi ofbeldi og fatlað fólk og sérstaklega fatlaðar konur eru bara mikil áhættu að verða fyrir ofbeldi. Það eru svona þættir. Þið hafi líka verið að tala um eldra fólk eitthvað, þetta allt jafn mikilvægt. Þetta allt jafn mikilvægt og ég vil nú meina við höfum náð töluverðum árangri. Það að segja við náðum samtali við lögregluna og dómsvaldi. Við vorum náttúrulega mjög ósátt við að oft fara þessi mál ekki einu sinni fyrir dómstóla vegna þess að fólk með þroskahömlun ofta ekki talið, þau eru ofta ekki talin áræðilega vitni. Og ef þú getur ekki sagt frá í tímaröð og þá ekki marktækur vitnisburð þó svo allir viti að þeim sagt sé að ræða, þannig að við höfum náð góðu samtali við lögregluna í landinu og það hafa orðið breytingar á verklagi, til dæmis varandi yfirheyslur og annað slíkt, þannig að núna fer lögreglan til fólks og finnur stað
til að taka skýrslur í samræmi við þarf hvers og eins en ekki allir kallaði niður á stöð. Réttindagæslumenn þeim ber að kalla þá til. Og eins hérna höfum við varðandi dómskerfi og annars slíkt en það samt mikið verk að vinna. Rannsóknir sýna það að jú, fatlað fólk og sérstaklega fatlaðar konur eru í mestri hætta að verða fyrir ofbeldi. Og ofbeldi, þessi hætta alltaf fyrir hendi og við eigum að vera vakandi fyrir því og við eigum að bregðast við. Við eigum alltaf að láta þau njóta vafans, þannig að ef einhverja grunnsemdi komu upp, að þá eigum við að láta, hvort sem það er barn, fatlað barn eða fatlaður einstaklingur, hann á að njóta vafans og grípa inn í. Og við eigum ekki að láta þetta óaftalið og við eigum að reyna að búa til þannig umhverju að þessi minni hætta og ofbeldi. Ég gerir mig fulla grein fyrir að við getum aldrei komið í veg fyrir þetta, en við getum unnið að því að það séu minni líkur. Með því að hafa alltaf varan á og það er nú bara nýlega fréttir að máli þar sem að þroskaþjálfi beitti barn ofbeldi og þar spyr maður sig hver er ábyrgð viðkomandi leikskóla. Nú þekki ég málið ekki nema bara af dómskjölum og fréttum. En þetta stingur í hjartað og maður hugsa hvað þetta hefði verið ófallabarn hefði það þá verið gripið inn í en að þetta fallabarn með þannig að hegðunar áskoranir að hann var sjálfur að kannski berja frá sér. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu málu og þetta eitt af því sem við erum alltaf með í bakhöfðinu. Þessi ógn alltaf til staðar. Og þetta stutt síðan að við í Íslandi beittum fólk með fatlanir hræðilegu ofbeldi og fannst það lúkuðum við af og síðan þetta að þú kemur inn á fíknina og það er mál sem við þurfum að vinna meira með vegna þess að það ekkert í boði á Íslandi. Engin meðferðarúrræði, aðlöguúrræði fyrir en hóp. Og við erum að horfa á fólk sem með kannski vægar þroskahamlun og einhverfu sem fer mjög illa út úr því að fara inn í neyslu, jafnvel í fyrsta skipta ævin og upplifa félagslega viðurkenningu frá hóp sem nú kannski ekki mjög ákjósanlegt að vera slagtogi við og þetta bara rosalega flókið mál en það mjög mikilvægt að sveitafélögin og líka ríki komi inn með einhverja lausnir þarna, það bara mjög aðkallandi. Ég myndi segja að það væri mjög aðkallandi og þarna þurfum við sveitafélöginu auðvitað að geta gripið, veitt þjónustu, búsetu, gripið einstaklinginu, það verða að koma meðferðar úr það fyrir þannig hóp, það ekki hægt að setja alla í sama box þarna heldur. Og svo þarf að gæta mjög vel að því að það sé meðferðarúrræði og síðan sé eftirfylgni þannig að þjónustan haldi áfram að byggja upp en fólk sé ekki útskrifað úr einhverju meðferðarúrræði og fari bara í sama, farið aftur að því að sá sem tekur við ekki nógu vel inn í, það þarf einhver samfella. Akkurat. Þannig að þarna eigum við töluvert mikið í land til að geta verið stolt af ástandinu í okkur. Það bara í verulega vondu ástandi, því miður. Þannig að það nóg af verkefnum. Alltaf nóg af verkefnum, en það sannarlega búið að vinna ótrúlega mikið og þakklátt starf, bæði hjá Þroskahjálp og ég veit að Öryrkjabandalagið og öll þau fjöldasamtaka sem hafa verið og auðvitað stjórnmálaflokkar hafa líka margir sett þetta á oddinn og við hefum gert það hér, Samfylkingunni, við auðvitað berjumst fyrir bættum kjörum allra og mannréttindum. Mér finnst mikilvægt að tala velferðarþjónustu sem mannréttindaþjónustu. Mér finnst að við eigum aldrei að gleyma því að við erum fyrst og fremst með því að veita velferðarþjónustu að bara tryggja mannréttindi fólks og ég held að við getum verið sammála þó að núna þá vanti krónur í kassan og við munum kannski sjá aðeins svona þrengri tíma, hvað varðar fjárhagslega stöðu, þá eru líka í því tækifæri til þess að gera betur og búa okkur undir, búa til það samfélag sem við viljum búa í og ég held að við viljum flest búa í samfélagi þar sem að allir geta tekið þátt og allir geta bara látið drauma sína rætast. Algjörlega sammála. Þannig að bara kæra þakki fyrir að horfa og kæristu þakki fyrir að koma, Bryndís, og ræða þetta við okkur. Gangi ykkur vel áfram og okkur bara í baráttunni fyrir betra samfélag.